Já, það mjög margt. Það annars vegar á tæknisviðinu og hins vegar á pólitíska sviðinu. Á tæknisviðinu sífelldar nýjar uppgötvanir hvernig hægt að búa til raforku með ódýrari hætti og vistvænni hætti og líka hvernig hægt að geyma raforku með ódýrari hætti og vistvænni hætti. Til að mynda má benda á Tesla, bílafyrirtækið, að þeir hafa þróað rafhlaðutækni og þeir að velta því fyrir sér núna og komnir með fyrstu gerð af rafhlöðum sem hægt að nota til geymslu á orku, ekki bara í bílum, heldur líka í húsum. Þannig að það breytist í raun og veru hvernig raforkumarkaður getur hegðað sér. Þá getur við fyrir að taka orku sem kvikul, eins og sólarorku og vindorku og hugsanlega fara að geyma hana og ekki bara geyma hana miðlægt á fáum stöðum, heldur geyma hana dreift. Og þetta eitt tæknibreytingin. Hitt hið pólitíska umhverfi og kannski kom það einhver leyti upp úr Persaflóastríðinu 2003 og öllum pólitískum átökum í Miðausturlöndum að hinn vestræni heimur að vakna meira og meira og vera meira meðvitaður það að kosti þess að vera orkunýtinn, vera sparsamur á orku. Og nú upp á síðkastið þá líka hvernig Rússar hafa reynt að nota gasútflutning til Vestur-Evrópu sem tæki til, kúgunar eða pólitísktæki til þess að ná pólitískum markmiðum. Þannig að bæði í Evrópu og líka í Bandaríkjunum meira að segja, sem mjög miklir orkusukkarar Bandaríkjanna, þá fólk orðið meira og meira meðvitað það að vilja, og stjórnvöld líka, að vilja að ná niður orkunotkun með því að hvetja til að vera til hagkvæmari tæki, bæði heimilistæki, samgöngutæki og tæki í iðnaði. Svo ég held við lifum á þeim tímum þar sem að orkuframleiðsla í mikilli gerjun, mikilli breytingu og á næstu 10–20 árum gæti orkuiðnaður breyst mjög verulega frá því sem við nú þekkjum.